Handboltinn í Þrótti hafði verið í nokkurri lægð á síðari hluta 7. áratugurins, en miðjan 8. áratuginn kom upp árgangur af öflugum leikmönnum sem áttu bæði eftir að nýtast félaginu vel í handbolta sem og fótbolta. 1980 reis handboltinn í Þrótti hæst, þegar Þróttur átti eitt besta handboltalið landsins og í raun Evrópu líka, en eftir ótrúlegan árangur varð fallið hátt. Þetta var svona, menn töluðum byltinguna þegar Bótan kom hérna heim sko. Það var svona svipað líka þegar Óli kom. Hann kom bara með allt annað kistlu, allt annað aga. Þannig að þá fór svona skila sér betur svona árangur líka. Vetur var bara kapphlaup milli okkar og Víkinga og við töpum með einu marki svona eiginlega loka leiknum. Verðum þá í öðru sæti í Íslandsmótinu og Víking var þá með 9 landsliðsmenn og Bobo Konráðsson þjálfara og í framhaldinu þá spilum við bikarúrslit við þá og í höllinni fyrir tróðfull höll og við unnum með 21-20 sem var nú alveg frægur fyrir okkur Laugardalsmenn. Svona fyrsti alvöru stóri titillinn. Og það var neilega besta sem Óli hásaði fyrir leikinn. Hann sagði sko þetta ekki spurning hvort að við unnum, það er bara með hvað mörgum mörgum. En það var ævintýralegt sko, vegna þess að Víkingarnir voru náttúrulega með, eins og maður kallar svona superlið á þessum árum og við vorum náttúrulega bara underdogs í þessum leik en þú veist það gekk bara reynilega allt upp í þessum leik og menn sem voru lítið búin að sýna í vetur áttu stjörnuleik og svona, þannig að það varð allt til þess að við náttúrulega tókum þennan stóra titil sem var náttúrulega bara mjög eftirminnilegt. Þá var nú Óli Káir Óli sem var nú formaður handboltadeildarinnar þá og hann var ekki fúll eftir þann leik, ég lofaði því. Það var sunnudegi og fórum farið í Hollywood, en lokaði 1 og Óli bauð okkur heim og síðan daginn eftir hann náði hann í okkur í rútu alla, í vinnuna, flesta og bauð okkur í mat. Svo þetta var svona 2 daga gleði aldrei upp á þetta. Það hefði alveg mátt vera lengur.